Velkomin aftur í föstudagsþáttinn á N4. Til mín kominn Sigurður Líndal Þórisson frá Selasetrinu á Hvammstanga. Velkomin. Takk. Þið voruð að fá einhver verðlaun daginn. Viltu segja okkur aðeins frá? Já, þetta var mjög skemmtilegt. Við fengum verðlaun sem kallast ECTN eða European Cultural Tourism Network sem á íslensku myndi kannski útleggjast sem Evrópusamtök ferðaþjónustu aðila menningartengdrar ferðaþjónustu sem sagt. Og þau eru sem sagt styrkt af og undir Evrópusambandinu og halda árlega ráðstefnu þar sem eru veitt verðlaun fyrir framúrskarandi verkefni á þessu sviði. Frábært til hamingju. Takk hérlega og þetta auðvitað á þessum Evrópugrundvelli þannig að það eru fyrirtæki og stofnanir alla Evrópu sem koma til greina. En veit þá þessi nefnd sem að úthluta þessum verðlaunum allt sem að gerast eða þarf fólk að sækja og láta vita? Fólk þarf að láta vita af sér og það gera það náttúrulega mjög margir. Og svo þegar þú ert búin að fara í gegnum svona smá síu þar, þá þarftu að fylla inn alveg ógrynni af upplýsingum þig og tilurð verkefnisins og svo framvegis. Ég svo heppinn að það manneskja sem sameiginlegur starfsmaður Selasetursins og Háskólans á Hólum, hún heitir Dr. Jessica Faustini Aquino, sem tók að sér að skrifa þetta allt saman fyrir okkur. Því að þetta voru mjög margar blaðsíður og mikið af upplýsingum sem þurfti að koma fram. Þannig að hún á nú mikinn heiður að því að við höfum fengið þessi verðlaun, því hún tók saman allar þessar upplýsingar. En auðvitað eru verðlaun eins og þessi fyrst og fremst kannski viðurkenning á hugmyndinni að Selasetrinu og hugmyndafræðinni þar að baki. Því að það er mjög merkilegt að fyrirtækið eða stofnunin varð til algjörlega úr grasrótar starfi heimamanna. Það er stofnað af samfélaginu, raunverulega, til samfélaginu til góða. Fyrirtæki ekki rekið með gróðahugsun eða slíkt. Það ekki greiddur út neinn arður og áfram í eigu mjög margra aðila, eiginlega allra sem eru heimamenn eða hafa einhverja tengingar í héraði. Það engin yfirgnæfandi stór, meira að segja kaupfélagið og sveitafélagið og eitthvað svona sem eiga kannski stærra heldur en flestir einstaklingarnir. En þá þetta algjörlega svona grasrótarverkefni sem rekið í samfélagsþágu og ekki fyrir gróða. Og það ekkert flókið fyrirkomulega? Eða ef það eru svona margir sem að koma að þessu, þá kannski einhver yfirstjórn sem að þá bara tekur... Já, það náttúrulega kjörin stjórn á aðalfundi eins og vera ber. En sko, þetta hefur alveg kost og galla. Það stundum væri rosalega gott að minn yfirmaður væri bara einhver einn, skilurðu. En það líka rosalega gaman og ég held að sé eiginlega skemmtilega að hafa það þannig að þetta sé stofnun sem að skiptir samfélagið og alla íbúa svæðisins miklu máli. Og fólk lætur sér málefni stofnunarinnar varða. Hvaða grasrót, hvaða heimamenn voru þetta? Var þetta fólk bara sem var þá eitthvað að byrja að sýna selin í ferðaþjónustu skilni eða var þetta bara svona bara áhuga fólk selin? Já, bara allt mögulegt. Bæði fólk sem var að vinna í ferðaþjónustu, bæði fólk sem hafði náttúrulega áhuga á rannsóknarstarfi, því að auðvitað rannsóknarstarfi sem við erum að vinna þarna raunverulega rannsóknarstarfi sem verið að vinna í selarannsóknum á Íslandi, fer næstum allt fram á rannsóknardeild Selasetursins sem við erum í samstarfi við Hafrannsóknastofnun með. En þá rannsóknarstofa á Hvammstanga? Já. Og við erum með sérfræðinga á því sviði þar. Þannig að sko Selasetur hljómar utanfrá rosalega flókið fyrirbrigði. Við erum með rannsóknardeild og rannsóknardeildin það selarannsóknir í samstarfi við Hafrannsóknastofnun. Það rannsóknir á ferðaþjónustu í samstarfi við Háskólann á Hólum. Og svo almennar náttúrurannsóknir og kannski sérstaklega hvað varðar fugla í samstarfi við Náttúrustofu Norðurlands vestra. Þannig það svona rannsóknardeildin. Svo erum við með deildina sem að snýr að viðskiptavinnunum sem þá safnið, sem upplýsingamiðstöð ferðamanna
í Húnaþingi vestra, er rekin hjá hún okkur. Þarna líka, já. Svo erum við minjagripabúð og svo þetta var nú allt svona, þegar ég tók við fyrir 4 árum, þá voru báðar þessar deildir þarna, en það er búið að bætast inn bætast við fleiri störf og þessi samningu við Náttúrustofu Norðurlands vestra og svo núna fyrir 3 árum síðan þá stofnuðum við líka ferðaskrifstofu til þess að gera flækjustíð ennþá meira. En þetta eru svona hugsun með það að þessir hinir hlutir eru ekkert neitt sérstaklega gróðvænlegir. Það er lítill svona vöxtur sem þar. Einhvers staðar þurfa peningarnir að koma. Og við erum að reyna að gera það með því að reka þessa ferðaskrifstofu sem heitir Seal Travel. Seal Travel, að sjálfsögðu. Auðvitað. Við fórum með mikla hugmyndavinum að reyna að finna frábært nafn á ferðaskrifstofu. Svo var það bara þarna. Þetta heit eftir selnum bara. En hugmyndin er að hún raunverulega þá búið til eitthvað gróða sem farið þá tilbaka inn í reksturinn og því sem áærast með að standa undir sér. Og hvernig ferðir eru það að hugsa um? Þá allt í tengslu við selin eða bara? Við gerum allt mögulegt. Allt mögulegt. Já, bara eins og hver önnur ferðaskrifstofa. Bæði höfum við verið að fara með ferðir frá Íslandi til útlanda, eins og til Færeyja og erum að fara með fleiri svoleiðis. En svo erum við líka að taka móti einstaklingum og hópum og selja bæði ferðir sem að standa einar eða heila ferðatilhögun. Fullt að gerast. Hvað er þetta margir starfsmenn hérna á svæðinu? Herðu, við erum eins og staðan í dag erum við 7. Í öllum þessum deildum. Það er eiginlega hver starfsmaður er deild, sko. Já. Og svo vasast ég einhvern veginn í öllu og þvælist fyrir. Herru, tíminn er að hlaupa frá okkur. Þetta er alveg magnað að heyra og eitthvað svona að lokum sem þú vilt koma á framfæri. Það er opið hjá okkur allan ársins hring? Já, það er opið allan ársins hring. Það er minni opnunartími núna veturna, en fólk getur komið á milli 10 og 3 mánudaga til föstudaga, fastur opnunartími. Nú auðvitað fólk með hópa á ferðinni. Þá er alltaf hægt að hringja og við finnum eitthvað út úr því. Og ef að fólk hefur mikinn áhuga slíku og gerir það með góðum fyrirvara, þá er líka hægt að fá leiðsögn safni þá sérstaklega þá með mér eða þeir sem vilja fá þetta virkilega vel fá fræðimann með sér sem getur sagt ennþá meira heldur en ég. Já, þetta er frábært. Takk hérlega fyrir að koma og til hamingju með þessi verðlaun. Takk hérlega.